Það eru krúttleg kríli sem hittast með ungum mæðrum sínum í Kíveneshúsinu í Garði. Þetta eru mömmumorgnar á vegum Útskálakirkju. Þessi heimsókn er eins og skemmtilegast sem við höfum farið í lengi. Komið með okkur út í Garð. Arís Linda, velkomin Arís, velkomin Arís. Takk fyrir, þetta er rosa spennandi og þetta er Inga Jóna. Inga Jóna, Inga Jóna. Velkomin Inga, velkomin Inga. En Sigurður, segðu okkur fyrst svona hvað þið eruð að gera hérna fyrir unga fólkið? Já, þetta er tilboð sem að kalla svona foreldramorgnar eða mömmumorgnar. Það er nú aðalega mömmur sem hafa mætt hérna með unga börnin. Hún Sjana okkar hérna sem hefur nú verið í kirkjustarfinu í áraraðir. Fór að stað með þetta núna í haust. Við höfum verið með þetta svona af og til í gegnum árin. Við ráðum svolítið af eftirspurn. Og síðan núna í dag að þá er Guðný Einarsdóttir, organist í Háteigskirkju í heimsókn hjá okkur með prógram sem kallast Krílasálmar. Og var hérna hjá okkur í febrúar líka og þetta er afskaplega skemmtilegt fyrirbæri. Sjana, eru mömmunar að mænda með litlu börnin? Já. Fyrst voru við bara tvær mömmur fyrstu morgnana. Og við heldum bara áfram og það var gaman hjá okkur. Svo bættustu tvær í viðbót og það hafa verið held ég 6 og stundum meira þegar það kom hún Njarðvíkonum líka. Það er allir velkomnir. Það eru ánægðar að koma og líka bara hittast sjálfar fyrir utan að koma í skemmtilegt prógram. Já, það er á nóg að spjalla. Það er sama áhugamál hjá þeim, börnin og það sem tilheyrir þeim. Svo við heyrt að kaffeveitingarna þína, þær séu mjög góðar. Já, það er náttúrulega til þess að trekkja sko. Það er auðvelt að nota það. Já, ég hef bara svo gaman að því líka að bjóða hann kaffi. Og einhver segir kannski, ert þú að baka alltaf fyrir þetta? Ég segi, já, þetta eru vinkonur mínar, ég er ekki bjóða með kaffi. Bara mjög gaman. En þú ert búin að vera tengt þessu kirkjustarfinu lengi. Hvernig finnst þér unga fólki verið í dag? Bara yndislegt, meiri háttar sko. Flottar mömmur og mikið fólk, ég held að foreldrasjórn er miklu meðvitaðri bara uppeldi. Ég vona það bara haldi áfram. Þó að papparnir sé ekki akkurat þetta núna, þá eru þeir orðnir miklu duglegri. Já, þeir eru bara núna í vinnunni. Þær eru náttúrulega sjálfsögðu heima, þær eru náttúrulega börn á brjósti og svona. Það er öðruvísi. En hvað getur þú sagt okkur um þetta verkefni? Já, Krílasálmana, þetta er svona tónlistarprógram fyrir ungbörn og foreldra. Og ég hef verið með þetta svona í nokkrum kirkjum í Reykjavík aðallega og þetta er þannig að foreldrar koma sem sagt með litlu börnin sín og þetta er bara svona söngur og upplifun og dans og alls konar svona allt svolítið á þeirra forsendum bara. Þannig að við erum að syngja og rugga og knúsa og alls konar skemmtilegt. Og gengur þetta vel? Já, þetta gengur mjög vel. Þetta er búið að breiðast aðeins út líka í Reykjavík, það eru fleiri kirkjur með þetta og fleiri aðilar sem eru með svona krílasálma, þannig að þetta er bara vinsælt, skemmtilegt. Kalli litli kónguló klifrar upp á vegg. Þá kom rigning og Kalli litli féll. Upp kom sólin og þerraði hans kropp. Kalli litli kónguló klifraði upp á topp. Finnur það að ungu mömmurnar sem eru flestar ungar kannski að koma? Er það svona ánægðar að hitta fleiri unga mömmur og svo náttúrulega gaman á krökkunum líka? Já, þeim finnst gaman að hittast, bæði svona sjálfar, en svo er líka svo gaman eins og í þessu prógrami, þá er svo gaman að sjá hvað öllum finnst gaman. Ef að börnunum finnst gaman, þá finnst mömmunum gaman og svona, það er svo skemmtilegt. Þetta er svona smá, við vitum að það er æri verkefni fyrir ungu mömmurnar þegar börninu er nýfædd og þau eru að vaxa á grasi að hugsa um þau. En það er gott að geta farið í eitthvað svona annað og gert eitthvað öðruvísi. Já, þetta er bara frábært tækifæri og kannski veitir þeim kannski einhver svona tækjatól líka bara í uppeldinu, bæði söngurinn og svona alls konar tricks kannski
og líka bara söngur, maður getur lært svo margt í gegnum söng, þú veist, eins og þau vita náttúrulega í leikskólanum, það sungi mikið í leikskólanum, en það er bara að gera að byrja strax áður en þau fara á leikskóla, syngja mikið. Ég fór í dýragarð í gær og gættu hvað ég sá. Ég fór í dýragarð í gær og gættu hvað ég sá. Skjald, 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 skjaldböku ég sá. Skjald, 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 skjaldböku ég sá. Ég fór í dýragarð í gær og gættu hvað ég sá. Ég fór í dýragarð í gær og gættu hvað ég sá. Pönd, 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 pöndina ég sá. Pönd, 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 pöndina ég sá. Gaman að koma hérna og hittast? Já, það er mjög gaman. Það er alltaf mjög gaman að komast líka bara út úr húsinu, sko. Það gerir gæfi munin. Fari eitthvað annað heldur en maður að gera alla daga? Já, ég nú ekkert búin að vera að fara neitt út. Þetta er svona mesta sem ég fer út núna, að vera að koma hinga og það er svona bara þægilegt. Þegar maður að hitta hérna mömmurnar, getur maður hvert hvað er eftir að vera mamma. Og skiptast á skoðunum við hérna mömmurnar hvernig gangi með pelan og snuð og allt saman? Algjörlega, maður er alltaf að, já. Já, einmitt, ég sagði Þú verður söngvari? Já, algjörlega. Það er alltaf gott að koma að hitta mömmur og tala saman. Og svona þetta prógram, skemmtilegt? Já, mjög. Ég og Girdís byrjuðum sem sagt, bara þegar þau voru 3-4 mánaða, vorum bara hérna 2 fyrir jól. Síðan hefur það bara fjölgað og alltaf gaman að fá fleiri inn. Það er sem sagt mjög gott að komast úr húsinu og fara eitthvað annað. Já, rosalega, það er líka bara gott fyrir heilsuna. Það er svona, maður ekki alltaf bara inni og innilokaður og verður bara fölur og allt og maður getur farið eitthvað út og svona. Ég er nú ekkert eitthvað rosalega fersk í dag en þú veist, ég fór allavega út. Það er heldur ekki búið að vera mikið af dögum þar sem hægt er að fara út með börnin í vagni eins og það þekkt á Íslandi? Ég fer með hann út, ég hef ekki það miklar áhyggjur á eins og veirunni hérna eitthvað. En ég fer með hann bara svona hverfið, ekkert mikið lengra sko. Því að annars, já, ég treysti ekki alveg að fara allavega til Keflavík og eitthvað svoleiðis með hann. Við erum alveg búin að vera hérna, þetta er einangruð. En þetta prógram er skemmtilegt svona það sem er búið upp á og þau hafa gaman og þá hafið þið gaman líka? Já, mjög gaman. Það er mjög gaman að fylgjast með þeim öllum saman og hérna að leika saman og svona. Það sér alveg þvílíka mun núna eins og þegar við byrjum fyrst. Hvað þeir eru svona hressari og gatari og gaman að fylgjast með því líka. Já, þannig að það koma greinlega viðbrögð frá þeim? Já, börnunum? Já, algjörlega. Þau finna náttúrulega algjörlega mun að fá að koma og hitta önnur börn. Heldur en að vera alltaf bara heima hjá mömmu allan daginn. Þannig að þeim finnst það alveg mjög gaman. Þannig að þetta er ekki bara þið? Já, þetta er, ég sé þetta líka fyrir mér að fara á svona. Nei, bráðir. Hún fann á hennu brá á mikrofóninu mína. Hún kom allt í einu, kom svo rætt. Nei, já, ég sé þetta þannig að þau eru svona minni mannfælur og finnast svona skemmtilegra að hitta annað fólk. Út af því að þau eru þá að hitta líka bara annað fólk og þá, þú veist, verða þau vön að það sé annað fólk í heiminum, ekki bara mamma og pabbi og amma og afi. Sammála því? Já, mjög sammála. Hvernig er að vera ung mamma annars í dag? Það er bara mjög gaman. Mér finnst það alveg rosalega skemmtilegt hlutverk. Ég er rosalega gaman að þessu og hérna, já. Er þið sammála því? Já, það er eitthvað öðruvísi, sko. Ég er nú yngst hérna, ég nýkomin 18 ára aldurinn. Og með yngri mömmum sem að sér þessa dagana? Já, ég þekki nú einhverjar 2 aðrar sem eru á sama aldri og ég, sko. Ertu bara mjög ósáttur núna? Ó, Grýla hóki póki, ó, Grýla hóki póki, ó, Grýla hóki póki, og þetta er allt og sumt. Við setjum litlu börnin inn, við setjum litlu börnin út, inn og út.
og hristum okkur til. Við gerum hóki póki og snúum okkur í hring og þetta allt og sumt. Þetta nú skrýtni tímar núna með veiruna. Það við vafa með þetta hvort við ættum að hafa þetta í dag, en það ekki búið að setja neitt farbann á okkur ennþá, ekki í svona litlum hópum allavega, svona við ákváðum að vera allavega í dag. Hvað segirðu með, það aldeilis prógrami á vorin hjá prestunum í fermingunum? Já, og það eru náttúrulega fermingar framundan og byrja hérna á Suðurnesjunum bara næstu helgi, eða 15. mars og svo þetta svona fram á vorið og auðvitað ástandið svona veldur ákveðnu óvissu en kirkjurnar halda alveg sínu striki meðan ekki sett á samkomubann en leið og ef það verður sett á þá auðvitað bara eru forsendur aðrar og ég mun eiga samtal við foreldra minna fermingabarna þar sem við setjum upp svona viðbragðsáætlun skulum við segja. Plan B? Plan B, já, það ágætt að hafa fyrirvara á því. Ef til þess kemur að það verði breyting á hjá okkur, við reyndar erum ekki að ferma fyrir 19. apríl fyrst og svo 3. maí og við skoðum það bara og sama gildir með æskulstarfið, við keyrum alla þá hópa bara þangað annað kemur í ljós, förum í Vatnaskó svo í maí og nema búið að taka fyrir það. Þannig það jafnvel hugmyndur að fresta fermingum fram á sumar og haust? Já, við verðum náttúrulega að hafa eitthvað B-plan og þá oft ágætt að vera kannski búin að stilla því upp í samráði við foreldra þannig að menn viti að hverju gengið ef að kemur til slíkra lokana. En já. Vonum það besta? Ég vonum það besta bara, já. Þetta bara eitthvað sem betur verið, þetta ekki að stráfella fólk þessi veiki en allur varin góður og samfélagið samstíga í því að reyna að koma í veg fyrir og draga úr tjóni af þessu. En við sjáum þetta náttúrulega alls staðar í öllum fréttatímum og á mörkuðum og ég veit ekki hvað, hvernig áhrif svona hefur sem sýnir okkur líka hvað samfélagið allt samofið og hvað fólk háð hvert öðru.